Þá fundi framhaldið í borgarstjórn Reykjavíkur og við tökum fyrir þriðja lið á dagskrá fundarins sem umræða velviljaðar lóðaúthlutanir Reykjavíkurborgar og framsal á þeim að beiðni borgarfulltrúa Framsóknar og flugvallavinna og til máls tekur borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Háttvirti forseti, borgarstjóri og borgarfulltrúar. Meirihlutinn í Reykjavík ætlar að hafa hreinskilni og heiðarleika að leiðarljós í störfum sínum og fagna í því gríðarlega eins og ég sagði áður að það ekki að stjórna Reykjavíkurborg lengur í þögn. Með aðkomu Pírata á að auka gegnsæi til þess að auka traust og bæta upplýsingamiðlun verður það mikil framför frá því sem áður hefur verið. Þann 26. júní síðastliðinn var til umfjöllunar í borgarráði heimild á framsali á skuldabréfi vegna gatnagerðargjalda frá Alvogen yfir til fasteignafélagsins Sæmundar. Það er rétt að hafa smá inngang að þessari umfjöllun minni. En þannig vill það til að 5. september 2013 samþykkti borgarráð að úthluta lóðinni Sæmundargötu 15 til Háskóla Íslands. Þar byggingarrétti úthlutað án nokkurs endurgjalds annars heldur en greiðslu gatnagerðargjalda. Strax 5. september var skrifað undir nokkra samninga sem allir hafa verið kynntir borgarráði. Þá var ákveðið strax og lá fyrir að háskólinn myndi framselja lóðina áfram til einkafyrirtækis Alvogen og að háskólanum og eða vísindagörðum væri heimilt að áskilja sér lóðarleigu. Það kom síðan fram í fréttatilkynningu að það væri fyrrverandi formaður borgarráðs og núverandi borgarstjóri sem hefði haft veg og vandað því að fá þetta stórfyrirtæki að því að koma og vinna eða finna sér stað í Reykjavík. Þess vegna hef ég velt þeirri spurningu fyrir mér og af hverju var Reykjavíkurborg að úthluta lóð til háskólans þegar strax í samningnum var sagt að það ætti að framselja hana til þessa ákveðna fyrirtækis. Þegar ljóst að það voru búin að eiga sér stað umræður á milli Reykjavíkurborgar og þessa fyrirtækis að fá viðkomandi lóð. Af hverju var það ekki Reykjavíkurborg sem gerði samninginn beint við þetta stórfyrirtæki? Ég hef velt því fyrir mér og kasta fram þeirri spurningu hvaða hagsmuni hafði þáverandi meirihluti og núverandi borgarstjóri í huga. Ég get ekki með nokkru móti séð að það hafi verið í huga hagsmunir borgarsjóðs í þessu máli. Það nefnilega þannig að borgarsjóður að verða af hundruðum milljóna í tekjum við þennan samning, bæði í formi endurgjalds fyrir lóðina sem ekkert af því að hún framseld til háskólans, en síðan einnig af lóðarleigu, því í þessu samningum frá 5. nóvember það háskólinn eða fyrirtæki sem hann framselur til heimilt að innheimta lóðarleiguna í staðinn fyrir Reykjavíkurborg. Og vitið hvað þetta há fjárhæð á ári? Hún vísitölutengd 58 milljónir í lóðarleigu á ári. Og það gerður samningur til 25 ára. Ég skal alveg viðurkenna það að ég gaf mér ekki tíma til að leita mér aðstoðar í framvirðis eða núvirðisreikningum á þessari fjárhæð, en 58 milljónir sinnum 25 bara einfalt mál 1,5 milljarður. Það hægt að gera alls konar ýmislegt fyrir þá fjárhæð. Það grundvallarmunur á því að úthluta lóðum til háskólasamfélagsins eða til einkaaðila, en þarna lá alltaf fyrir að það væri verið að úthluta þessari lóð til fyrirtækis. Og nákvæmlega sama dag í þessum 3 samningum sem voru undirritaðir 5. nóvember 2013 fékk Alvogen heimild til þess að selja eða framselja framangreinda byggingarrétt
eða þá fasteign sem að það rís. Vissu borgarfulltrúar og vita borgarfulltrúar af þessu? Þetta eitt af því sem þarf að skoða í ljósi gegnsæis og upplýsingastreymis. Þetta svo hreinskilni og heiðarleiki sem meirihlutinn ætlar að hafa að leiðarljósi? En þetta er ekki öll sagan sögð hér. Því að svo fara skemmtilegi hlutir að gerast í febrúar á þessu ári. Því að þá framseldi félagið sem hafði fengið allan velvilja hjá Reykjavíkurborg, allan velvilja, meðal annars með því að það var ákveðið að fara þá leið að framselja lóðina ókeypis til háskólans svo að háskólinn gæti selt hana áfram til félags sem ætlar að borga háskólanum eða einhverju fyrirtæki þar lóðarleigu. Þetta lyktar af einhver svona óheiðarleika fléttu. Og nota bene, við erum enn að tala lóðina Sæmundargötu 15 sem forsvarsmenn Reykjavíkurborgar vildu bara ekki fá neina peninga fyrir. Og okkur vantar peninga til að sinna grunnstoðunum og þeim verkefnum sem okkur falin fyrir hönd borgarbúa. En í borgarráði þá var heimilt framsal á þessum samningi, á þessari lóð til fasteignafélagsins Sæmundar. Fasteignafélagið Sæmundar var stofnað í lok árs 2013, sama ár og Alvogen var stofnað. Ég ætla reyndar að árétta það eftir skoðun mín í hlutafélagaskrá, þá heitir fyrirtækið ekki Alvogen, í dag heldur Alvotech, svona til upplýsingar. Og Alvotech, það ekki eigandi af fasteignafélaginu Sæmundargötu 15. Staðan nefnilega sú að borgarráð og núverandi borgarstjóri hafa heimilað að framselja þetta félag til fyrirtækis sem er 40% í eigu Alvogen Íslands, Iceland ehf, sem í 100% eigu Alvogen Lux Holding Sarl í Luxemburg. Og ekki nóg með það, heldur 60%. Þau eru ekki heldur í eigu Íslendinga. Það 60% í eigu Astic Pharma ehf, sem í 100% eigu Astic Cayman LLP, sem aflandsfélag á Cayman Islands. Nú hljóta allir hérna inni að vera ofboðslega glaðir yfir því að hafa framselt lóð sem félag sem með mikinn velvilja, það höfðu allir og hafa væntingar það þarna rísi lyfjaverksmiðja. Vinstri grænar hafa reyndar gagnrýnt það mjög málefnalega. Það eru vöflur það hvort að þetta falli undir deiliskipulagið sem þarna En ég spyr mig, af hverju var farið í þessa fléttu? Fléttu sem veldur því að Reykjavíkurborg verður af 58 milljónum krónum á ári í lóðarleigu, verður til þess að við erum ekki að geta rukkað neitt fyrir byggingarréttinn, þá þetta fasteignagjöld, jú. Og allt til þess að eitthvað fasteignafélag í eigu aflandsfélaga komi hérna og eigi stóran partí í uppbyggingu í Vatnsmýrinni. Þetta allavega spurning og umræða sem við þurfum að taka. Við þurfum að taka þessa umræðu hvernig við viljum sjá eignarhaldið á þessum þéttbýliskjörnum sem að rísa samkvæmt nýju aðalskipulagi í Reykjavík. Og nákvæmlega eins og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson kom inn á, þá koma inn til hans í hverri viku heyrist mér athafnasamir, duglegir aðilar sem vilja fá að byggja þétt og byggja mikið og við þurfum að spyrja okkur hverja hagsmuna við erum að gæta með svona velviljuðum lóðarúthlutinu. Það skemmtilega samt sem gerist nú að á laugardeginum, eftir að ég búin að setja þetta að mála dagskrá, að þá fæ ég símtal frá aðstoðarmanni borgarstjóra sem spyr nákvæmlega hvað sem að falla undir þetta. Og ég sé að fara ræða Sæmundargötu 15. Ég ætla með það að það hafi verið svona smá spark í rassinn fyrir meirihlutann að ganga loksins frá lóðarleigusamningum þessa lóð. Lóðarleigusamningar
sem hefðu ekki verið gerðir, þrátt fyrir að lóðina hafi verið úthlutað, þrátt fyrir að lóðin hafi verið framselt, ekki einu sinni, heldur tvisvar sinnum, þá lágu engin lóðalegu samninga við. Eru þetta vinnubrögð gegnsæis? Eru þetta vinnubrögð sem við viljum hafa í okkar borgarstjórn? Ég nefndi þetta á borgarráðsfundi og ég vildi fara í dýpri umræðu þetta og ég gerði bókun, en hún snerist reyndar aðeins framsali á skuldabréfinu og gatnagerðargjaldi sem var mjög ívilnandi. En þetta fékk mig aftur á móti til þess að hugsa. En nú hefur háttvirtur borgarstjóra legið svo á að því hann hélt kannski ég ætlaði bara að fara að gagnrýna það að það hef ekki verið gerður lóðalegu samningur, að svo mikill flýtir var á undirritinu sem kynntur var í fjölmiðlum í gær fyrir borgarstjórnarfundinn í dag, að á samningnum sem við fengum send í dag ekki aðeins kennitala Vísindagarða Háskóla Íslands ranglega rituð, heldur hefur samningurinn bara hreinlega ekki öðlast gildi. Þar sem undir hann ritar aðeins framkvæmdastjórinn, en samkvæmt samþykktum einkahlutafélagsins Vísindagarðar Háskóla Íslands e.h.f. þá þarf undirritun 2 stjórnarmanna til þess að skuldmynda félagið. Ég held að við þurfum aðeins að endurskoða vinnubrögðin sem við erum að viðhafa hérna hjá okkur. Engin stjórnarmann hefur undirritað samninginn, þannig að samningur sem kynntur var fyrir fjölmiðlum í gær, hann bara ekki í gildi. Þannig að hér stöndum við tæplega ári eftir að núverandi borgarstjóri og fyrrverandi meirihluti gaf háskólanum lóðir, nota bene þó að greidd séu gatnagerðargjöld, ég held því til haga, til að gefa áfram til stórfyrirtæki í lyfjaiðnaði. Sem reyndar, eins og ég segi, Vinstri grænir alls ekkert sammála að eigi að rísa þarna. Þá ennþá óundirritaður, eða allavega ekki fullnægjandi undirritun á þessum samningi. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill kom hérna upp áðan og ræddi að meirihlutinn þyrfti að vinna og þyrfti að vera að taka ýmsar ákvarðanir til endurskoðunar. Það búið að setja fram þessa fínu stefnuskrá, þó svo að við höfum mismunandi skoðanir á henni. Þar í forgrunni verið að tala lýðræði, gegnsæi, við upplýsingatöku og hvernig samfélag við viljum byggja. Og ég spyr, þetta tónninn sem að verði gefinn í uppbyggingunni þegar flugvöllunum verði hent út samkvæmt nýja aðalskipulaginu? Ef svo þá þurfa bara allir borgarbúar að vera meðvitaðir það, vegna þess að flestir þessi peningar sem að koma þarna inn að koma á aflandslíki Seðlabanka Íslands. Þeir að koma á ódýrara verði inn heldur en var að ræða fjárfestingu hérna á Íslandi. En gott og vel, við þurfum bara að eiga þessa umræðu. Ég óskaði eftir svörum frá Reykjavíkurborg þessa lóð og ég fékk fullt af gögnum, en ég fékk ekki gögnin rekin niður í raunverulegan eiganda. Þannig ef ég vissi ekki betur og af reynslu minni sem lögmaður og veit hvernig á að leita þessum gögnum og hvert ég á að fara og hvar ég á að snúa mér, að þá sæti við öll í svartasta myrkri. Eins og kaktusar bara, sem bíða eftir að gengi á og stingum fast. Ég óska eftir að það komi hérna fleiri aðilar upp, fleiri borgarfulltrúar og óski eftir skýringum á því hvers vegna þetta framsal var heimilað, hvers vegna lóðin var gefin til Háskóla Íslands þegar raunverulega var vita allan tíman að hún var ekkert að fara þangað. Og fyrir þá sem vilja, og sérstaklega fyrir þá sem hafa áhuga á upplýsingu og frekari gögnum, þá erum með alla samninga hérna sem voru undirritaðir, með öllum þeim skilmálum bæði það hvernig lóðaleigan hvernig hún verður greidd, með hvað skilmálum, hversu mikinn part háskólinn ætlar að leigja af þessu aflandsfélagi sem núna raunverulega á þessa eign, hvernig þeim greiðslum háttað. Þetta eru dálítið flóknir útreikningar fyrir lögfræðing sem vill nú helst gera allt í vörn, en ég vissum að ég get farið í gegnum það ef tími og áhugi
fyrir hendi. Og það að við förum í fjölmiðla, borgarstjórn Reykjavíkur, með einhverja samninga sem eru ekki almennilega undirritaðir, það er bara skömm okkar. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur lokið máli sínu og þá tekur hv. borgarstjóri til máls. Ágæti forseti, kæra borgarstjórn, þetta var nú meiri ræðan og ýmsum sverðum sveiflað, spurninga spurt sem hér verður svarað, en ég gat ekki heyrt betur en að það væri verið líka að tala að hér var einhver lykt. Og það jaðrar við það að verið sé að dylgja, og ég virði það við borgarfulltrúan vegna þess að hún er ný hér og hefur ekki sett sig inn í þessi mál og hún kalla eftir upplýsingum, en það eru margar leiðir til þess. Ein er vissulega ræðustóll borgarstjórnar, en ef að svörin eiga að vera skýr og greinagóð, að þá eru jafnvel til betri leiðir. Forsaga þessa máls og þær lóðir sem við ræðum hér, lóðir vísnagarðanna, er gjöf Reykjavíkurborgar til Háskóla Íslands á 50 ára afmæli Háskólans 17. júní 1961. Þá gaf Reykjavíkurborg háskólanum 20 hektara lands, en eins og því miður oft í samskiptum Reykjavíkurborgar og háskólans var ekki tryggilega frá gjöfinni gengið, þannig að lóðin eða svæði var ekki fyllilega afmarkað, og það var einmitt samningurinn sem við vorum að undirrita í gær upp í háskóla. Hann gekk út af það að hreinsa til og rekja saman alla gjörninga borgarinnar og háskólans, og það mál hefur verið árum saman til undirbúnings, allt aftur til elsta ófrágengna málsins sem var frá 1936. Og það er alveg rétt sem fram kom að einn af ófrágengnu þráðunum var að ekki var hægt að gefa út lóðalegu samning fyrir þessum reit, vegna þess að þetta var eitt af mörgu sem var ófrágengið. Það hefur ekki verið hægt að gefa út afsal frá 1936 út af því að það gilti líka svæðið í kringum aðalbygginguna. Þannig að þetta er nú ástæðan fyrir því að þetta er óvenjulegt borgarland. Það er að segja að þetta er borgarland sem að borgin gaf Háskóla Íslands á 50 ára afmælinu 1961. Kringum síðustu aldamót var það niðurstaða borgarinnar og háskólans að nýta þetta land til þess að byggja upp vísindaþorp, vísindagarða til ábata fyrir háskólan og þar með borgina, vegna þess að borgin hefur lengi litið þannig á að uppbygging fyrirtækja í grennd við háskólan væri líka góð fyrir borgina. Það leið og beið og ekki tókst að reisa vísindagarða næstu því fyrstu 10 árin, og upprunalega skipulagið sem raunar var samþykkt í flýti því að menn bjuggust við að það myndi þurfa að byggja eftir því býsna hratt, var endurskoðað fyrir 5 árum síðan, komið fyrir stúdentagörðum og skipulagi lóða á algjörlega nýjan hátt. Til þess að kveða á það hvernig fara skyldi með lóðirnar og hver fengi hvaða hluta ábatans af uppbyggingunni, var gerður sérstakur samningur milli Reykjavíkurborgar og Háskóla Íslands lóðirnar nr. 15–19, 21 og 23 við Sæmundargötu og nr. 2–4 og 6 við Sturlugötu í Reykjavík fyrir vísindagarða Háskóla Íslands. Þessi samningur var undirritaður 17. september 2013 og er hluti þessa máls. Þar segir að með lóðaúthlutunar á vísindagarðasvæðinu skuli þannig fara að þegar að fyrirliggja staðfest framkvæmda áform sem vísindagarðar og Háskóli Íslands hafa samþykkt, skuli Reykjavíkurborg úthluta lóðinni og innheimta hefðbundin gatnagerðargjöld. Byggingarétturinn af landinu renni hins vegar til Háskóla Íslands sem jafnframt geti innheimt lóðarleigu af því. Þetta er með öðrum orðum almennt fyrirkomulag sem að gildir allar þessar vísindagarðalóðir. Ræðum þó aðeins alvoginn. Hvernig kom það til? Það kom þannig til
að það fréttist í blöðum að alþjóðafyrirtæki Alvogen, þar sem Íslendingar í yfirstjórn, ætlaði að fara að setja niður nýja rannsóknar- og þróunardeild og Malta var líklegastu kosturinn. Ég setti mig í samband við forstjóra fyrirtækisins og velti upp þeirri spurningu hvort það gæti ekki verið að Ísland og Reykjavík væri samkeppnishæft fyrir þessu uppbyggingu. Hér vantaði fjárfestingu, kannski sérstaklega erlenda fjárfestingu, og stakk upp á því að við myndum hittast á fundum. Sá fundur var haldinn og þar voru Alvogen kynntir allir kostir sem í boði voru. Farið yfir sérstakan kynningapakka frá skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar, þar sem meðal annars voru boðnar lóðir með útsýni yfir golfvöll, sem eru betur þekktar sem atvinnulóðir upp í Hádegismóum, lóðir á svæði Háskólans í Reykjavík, sem að meðal annars eru vel til þess fallnar að hýsa vísinda- og rannsóknartengda uppbyggingu af þessum toga, og lóðir vísindagarða Háskóla Íslands, sem borgin jú líka áhugasöm að byggist upp. Það var svo ákvörðun Alvogen að ganga til samninga við vísindagarða og ljúka þeim samningum á þennan hátt. Þeir greiddu verðlistaverð til borgarinnar á gatnagerðargjöldum í fullkomnu samræmi við uppleggið eins og það var, og það ekkert óeðlilegt við það að Háskóli Íslands njóti ábata af gjöf sem Háskóli Íslands fékk frá Reykjavíkurborg 1961. Og það heldur seint í rassinn gripinn að reyna að gera það tortryggilegt að mínu mati. Frá upphafi var gert ráð fyrir því að það væru tvö aðskild félög, annars vegar Alvogen sem væri í lyfjaþróun og hins vegar fasteignafélag. Það var raunar ekki búið að velja fasteignafélagið þegar að málið gekk í gagnvart borginni, heldur var það eitt af því sem að fyrirtækið vann. Og það rétt eins og hér var rifjað upp að það urðu aðilaskipti á veðinu í lóðinni gagnvart Reykjavíkurborg til greiðslu gatnagerðargjaldanna. Og það vísindagarðar Háskóla Íslands og Alvogen Biotech sem gerðu samning sín á milli 4. nóvember 2013 að vísindagarðar framselji byggingaréttinn, ekki gatnagerðargjöldin, heldur byggingaréttinn til Alvogen Biotech. Byggingarétturinn á lóðinni hefur svo verið framseldur til fasteignafélagsins Sæmundar, sem eignarhaldsfélag og stofnaði þessu skyni að halda utan þessa eign. Og lóðaleigusamningurinn verið gerður milli Háskóla Íslands og þeir leigja til fasteignafélagsins Sæmundar. Þann 28. maí óskaði Alvotech eftir því, þar að segja nafnabreytingin á veðskuldabréfinu varðaði síðan það að í stað Alvogen Biotech þá kom Alvotech, eins og réttilega kom fram í máli Sveinbjargar, og 28. maí óskaði Alvotech eftir því að skuldabréf sem félagið fékk samþykkt vegna gatnagerðargjaldanna að fjárhæð 194 milljóna króna, sem þá greiðslan til Reykjavíkurborgar, væri fært yfir á fasteignafélagið Sæmund, sem sérstakt eignarhaldsfélag í eigu Alvotech, en þess var jafnframt getið að Alvotech væri leigjandi eignarinnar. Af þessum ástæðum óskaði Alvotech eftir að borgarráð heimilaði nafnabreytinguna svo að eignir og skuldir vegna Sæmundargötu 15-19 séu á sömu hendi. Upphaflegur skuldari bréf sem vísaði til og samþykkt var skuldskeyting á í borgarráði 27. júní síðastliðinn var Alvogen Biotech með heimili að Smáratorgi og félagið í 100% eigu Alvogen Iceland. Fasteignafélagið með heimili á sama stað og skráðir eigendur þess eru Atsig Pharma 60% og Alvogen Iceland 40%. Kjarni málsins og það sem að skiptir okkur mestu máli út frá hagsmunum borgarinnar að skuldabréfið á fyrsta veðrétti eignarinnar, en á eftir því bréf sem hvílir á öðrum veðrétti eignarinnar að fjárhæð 5 milljarðar og 200 milljónir. Þess vegna var það mat allra okkar sérfræðinga að það myndi aldrei reyna á áhættu vegna nafnabreytingarinnar þar sem síðari veðhafi muni verja kröfuna vegna verðmæti eignarinnar og stöðu skuldar sinnar í veðröð. Að auki sömu aðila að ræða sem eiga rekstrarfélagið Alvotech í tilgreindum eignarhlutvöllum og fasteignafélagið Sæmund og raun óeðlilegt að rekstrarfélag sé skráð skuldari vegna eignarinnar. Eðlilegra að félag sem eignarhaldsfélag og jafnframt í skuld fyrir framkvæmdalánum félagsins sé einnig skráð fyrir skuld vegna gatnagerðargjalda vegna sömu eignar. Þannig liggur þetta sem sagt
að eftir hálfrar aldar kyrrstöðu varðandi lóðagjöf Reykjavíkurborgar til háskólans, þá loksins komin skriður á það að byggja upp á þessum besta stað í návegi við háskólann. Hugsun borgarinnar og háskólans frá upphafi hefur verið sú að sú uppbygging verði ekki nauðsynlega bara hefðbundnar háskólabyggingar, heldur fyrirtæki í háskóla rannsóknartengdum greinum sem njóta návistar við háskólann. Það hefur frá upphafi verið gengið út frá því að Háskóli Íslands njóti arðs af byggingarrétti og lóðarleigu en að borgin innheimti gatnagerðargjöld og fái fasteignagjöld. Þetta hefur allt verið útfært með almennum hætti fyrir allar lóðirnar eins og hefur legið fyrir nokkurn tíma. Lóðasamningurinn sem að hér var haldið fram að hafi verið undirritaður í miklum flýti í gær var ræddur tvisvar í borgarráði í vor og samþykktur einróma á fundi borgarráðs 15. maí. Enda hann tiltektarsamningur sem tekur á öllum þessum gjörningum frá því næstum því síðustu heilu öldina, því að elstu gjörningarnir þarna eru 78 ára gamlir og ég held að þess vegna að þarna sé ekki eitthvað sem gefur frá sér lykt á ferðinni, heldur mikið hagsmunamál fyrir borgina. Við erum að byggja upp þekkingarhagkerfi, við erum að efla háskólann. Gjöfin var nú hugsað til þess í upphafi, en við erum líka, að reyna að standa þannig að verki að þetta liggi allt fyrirfram, sé skýrt og gegnsætt og það hægt að bjóða borgarráðsfulltrúum eða öðrum borgarfulltrúum upp á ítarlega yfirferð yfir alla þessa samninga. Ég veit þeir eru nokkuð flóknir og það eru margir krókar og kimar á þessu, en ég bið þá líka það, vegna þess að hér eiga borgarfulltrúar, fjölmiðlamenn og aðrir að fá toppþjónustu þegar þeir leita eftir svona gögnum, að vera ekki að sá tortryggni eða, ég tala nú ekki þá að dylgjum eitthvað sé óeðlilegt, þegar svo er ekki, spurja fyrst, skjóta svo. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur óskað eftir að gera andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Háttvirtur forseti, borgarstjóri og borgarfulltrúar. Spyrja fyrst og skjóta svo. Ég þurfti ekki að spyrja. Ég með öll þessi gögn hérna fyrir framan mig. Það sem ég segi, það sem ég vil leggja áherslu á, eða þessi yfirferð hjá henni degi var mjög góð til upplýsingar fyrir ykkur. Ég löngu búin að átta mig á þessu öllu saman og lesa mig gegnum þetta. Það sem hérna skiptir máli að, og við höfum ekki horfa fram á því, að þessi samningur sem var undirritaður í gær, og ég var ekki að segja að hann hefur verið gerð í flýti af hálfu endilega borgarráðs sem veit að búið að samþykkja þetta, heldur eru undirskriftir af hálfu einkahlutafélagsins Vísindafélag Háskólans ekki með fullnægjandi hætti, en þeir taka það þá bara til sín. En ég myndi ekki sætta mig með svona undirritun. Það að til þess að uppfylla þá þessa gjöf, að þá á að taka hluta af fluggörðum endurgjalds og bótalaust. Hvernig hægt að gefa eitthvað sem maður á ekki? Og 50 ára gömul gjöf, það hafa nú oft verið meiri vöflur fyrningu réttar heldur en ekki þegar svona stendur sem horfir. Og ef að háskólinn hefur ekki verið tilbúin til að taka við gjöfin, ég hef reyndar ekki upplýsingar um það, herra borgarstjóri. Það alls ekki sama eignarhald á þessu velviljaða fyrirtæki sem að fékk lóðinni upphaflega úthlutað, þeir fyrirsvarsmenn sem að borgarstjóri átti umræði við, eins og þess fasteignafélag sem hér ræðir. Þar erum við komin með eignarhald á aflandsfélagi frá Cayman-Islands sem mér finnst bara vera nokkuð alvarlegt og þurfa bara skoðuna við. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur lokið við að veita andsvar við ræðu borgarstjóra og þá svarar andsvari háttvirtur borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil bara hnykkja á því að við skulum ekki blanda saman fluggarðasvæðinu og Vístagarðasvæðinu. Vístagarðasvæðið var afhent háskólanum sem gjöf á 50 ára afmæli háskólans, en
það var með samþykkt borgarstjórnar 18. október 2011 eða á aldarafmæli háskólans sem að veitt var vilyrði að skólinn geti þróað starfsemi sína og uppbyggingu samfellt til austurs í Vatnsmýri, svæði sem kallað Fluggarðasvæðið. Vilyrðið er og var með fyrirvara niðurstöðu skipulagsvinnu og samþykkt deiliskipulags og háð flutningi starfsemi að svæðinu. Og það sérstaklega tekið fram í samningnum sem undirritaður var í gær að hafi reitnum ekki verið formlega úthlutað til háskólans eða stofnanans 15 árum eftir að deiliskipulag heimilar uppbygging á reitnum falli vilyrði þetta úr gildi. Reiturinn hins vegar og verður borgarland. Þar sem sagt áformað að rísi fasteignir fyrir starfsemi Háskóla Íslands en skilmálar og kvaðir hafa ekki verið ákveðnar nánar og það sem sagt í raun ekkert tekið á bótum eða bótaleysi þeirra sem eru með flugskil og fluggarðasvæðin í þessum samningi frá í gær. Það alveg sérstakt mál og það getur vel verið að réttarstaða þeirra sem þar eru ýmist með eða án lóðaleigusamninga sé mismunandi. En við skulum ekki alhafa það sérstakt mál. Ég gerir mig grein fyrir því að það viðkvæmt og það vandmeðfarið en hlutverk okkar sem erum í þessum sal hlýtur að vera að standa vörð almannahagsmuni og hagsmuni borgarinnar þegar flókin réttindatengd mál eru sem varða stöðu einstakra lóðahafa. Því að þarna geta verið dæmi sem eru sambærileg og hafa þannig fordæmisgildi alveg þvert yfir borgina. Við erum að fjalla Björgun- og Bryggjukverfið, við erum að fjalla fluggarðana, við getum verið að fjalla alls konar lóðir þar sem við verðum að vanda okkur hvernig við stígum niður og höldum að sjálfsögðu alltaf fast á hagsmunum borgarbúa og borgarinnar í slíkum málum. Þá hv. borgarstjóri lokið við að svara andsvari og þá tekur næstu til máls borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil þakka Sveinbjörgu Sveinbjörnsdóttur fyrir að fjalla þetta mál hér og vil einnig þakka borgarstjóra fyrir hans svör. Ég held að hafi ekki verið ofmælt hjá þeim þegar þau sögðu að þetta mál væri mjög flókið og erfitt að henda reiður á það svona í stuttu máli. Ég sat í borgarráði á síðasta kjörtímabili og kom þá að minnst einhverjum ákvörðunum sem voru teknar varðandi þetta mál og ég verð að segja að mér fannst óþægilegt í borgarráði hvað þetta mál var flókið og einhvern veginn líka fannst mér þegar maður lagði fram spurningar það mér fannst ég ekki alveg fá nógu góð svör. Það tók tíma að fá sem svörin og maður þurfti að leggja þann leiðangur að þó ég kafaði ekki eins djúpt ofan í þetta eins og sá ágæti borgarfulltrúi sem tók þetta mál upp, að þá þurftum við að vera að afla sér upplýsingum það milli funda. Mér fannst mjög erfitt að komast í botns í þessu og ég ekki viss mér hafi tekist það í raun og veru. Þegar að málið var afgreitt þá var ýtt á eftir í. Það var tilhneiging hjá þáverandi formanni borgarráðs og núverandi borgarstjóra til að ýta mjög mikið á eftir þessu. Það var flýtir, það lá á. Það var alveg greinilegt að þegar einn stærsta ákvörðun var tekin í þessu, þá snerist það í kringum myndatöku eða undirskrift eða skóflustungu sem átti sér stað og nú hlær borgarstjóri, honum finnst þetta svo fyndið. Það var alveg greinilegt að þetta átti að vera eitthvað svona útspil þáverandi formanns borgarráðs í kosningabaráttunni sem var þá hafin. Og ég held að sé bara mjög þarft verk fyrir okkur borgarfulltrúa sem kannski daglega komum ekki að flóknum fjármálagerningum, allavega ekki svona flóknum fjármálagerningum, að fara ofan í þetta mál. Þegar ég var í borgar síðasta vetur, mér fannst það mjög flókið þá og þegar maður hlustar bæði hér á borgarfulltrúan og borgarstjóran þá alveg augljóst auðheyrt að ekki hefur þetta mál einhvern veginn einfaldast í sumar, heldur enn frekar flækst en meir. Og þegar þetta rakið, þá berst leikurinn út víðar völl í aðrar heimsálfur, það eru hinn og þessi félög, ýmislegt svona sem minnir á atburði úr fortíðinni sem ég held að hafi ekki átt að vera til eftirbreytni. Og þannig að ég held að
Ég held að í þessum málum eins og öllum öðrum þá dugi það eitt að það sé farið ítarlega við máli, það sé sett allt upp á borðið og jafnvel haldið sérstakur upplýsingafundur fyrir okkur borgarfulltrúa það. Þannig að við getum farið yfir það og séð hvort að við rétt þessu staðið ekki. Ef að ég held nú að þessi samningar verið gildir, eða er þannig að samningar raun og veru ekki gildir, þá er spurning hvort að þessi beðið með það að láta það öðlast gildir þangað til við betur farið yfir málið. Það er engin skömm að því þessu stóra batteríi þar sem mörg flókin mál renna í gegn á miklum hraða nánast á færibandi, að menn reyna að staldra við ef að koma upp spurningar slík mál. Ég hef sjálfur velt því fyrir mér og ekki almennilega finnst mér fengið svör við því, ég hef sjálfur velt fyrir mér þeirri spurningu. Hvað ef þetta ágæta fyrirtæki kemur ekki til landsins með sína starfsemi, allavega ekki þeirri mynd sem er talað, hvað verður þá þetta húsnæði? Auðvitað vonum við öll að slík þekkingarfyrirtæki komi til borgarinnar, en ég hef spurt þessar spurningar áður og mér fannst ekki fá alveg fullnægjandi svör við því. Hvað ef það kemur ekki? Hvað verður þá húsnæðið? Mun háskólinn nota þetta húsnæði? Er von á öðrum fyrirtækin í staðinn? Eða er þetta þá einfaldlega bara dýrt skrifstofuhúsnæði á besta stað í borginni sem hægt er að leigja hvernig sem er og hver græðir þá á því? Svona spurninga held ég að sé bara eðlilegt að við spyrjum og það þarf ekki að vera neitt að því að það sé bara slíkum spurningum sem svarað og við förum bara yfir málun í góðu dómi, ekki síst til þess að eyða tortryggni í málunni ef einhver er. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu og borgarstjóri óskar eftir að veita andsvar eða taka til máls. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil bara ítreka það sem ég sagði hér áðan, að það er að sjálfsögðu velkomið að fara yfir bæði samningana við Háskóla Íslands og alla samningar sem tengjast Alvogen og uppsetninguna á vísindagarðamálinu í heild sinni. En aðeins til þess að gefa ykkur innsýn og rifja upp fyrir þeim sem voru í borgarráði þegar við samþykktum þetta síðastliðið vor, að þá langar mig aðeins til þess að vitna í innganginn að samningnum lóðir Háskóla Íslands, með leyfi forseta. Á undanförnum áratugum hefur Reykjavíkurborg samþykkt úthlutanir á lóðum, byggingarreitum og öðrum slíkum réttindum til handa Háskóla Íslands vegna háskólastarfsemi í borginni. Í þessu sambandi er vísað til samþykkta bæjarstjórnar og borgarstjórnar og hlustuði nú frá 20. febrúar 1936, 17. nóvember 1938, 18. október 2011 samþykkta bæjarráðs og borgarráðs frá 5. apríl 1944, 19. maí 1960, 7. október 1961, 16. júní 1964, 21. apríl 1970, 29. desember 1970, 30. júlí 1971, 11. september 1984, 27. júní 2013 og yfirlýsingar borgarstjóra frá 27. janúar 1983. Tilvitnun lýkur. Þannig að mér finnst í raun af að tekist nokkuð vel til að setja þetta skipulega fram, þessi skiptnir og nýju reiti, raktir allir þessi samningar, lögð fram kort og annað slíkt. Samningurum með fylgiskjölum einhverjar 27 síður og þeir sem hafa farið í gegnum það ætti að geta átta sig sæmilega á því. Ég sé þó við lesturinn hér að það er svo sem engar svona syfjar í þessu, það vantar auðvitað kannski baksöguna hvernig málin komu til eins og þessi stóra gjöf 1961. En þó má kannski segja að fyrsta stóra málið sem var svipað og þetta var þegar úthlutað var lóðum til íslenskrar erfðagreiningar. Það var alveg án fordæma og þá var farin svo leið, það var lagt á tvöfalt gatnagerðargjald vegna þess að ofan á það flækjustig sem þarna birtist að þá voru deilur hvort að sá reitur næði inn á það landsvæði sem taldist til lóðagjafarinnar frá 1961. Og niðurstaðan var svo að leggja á tvöfalt gatnagerðargjald. Reykjavíkurborg fekk annað þeirra en hinn hlutinn var notaður sem heimannmundur til þess að þróa vísindagarðaverkefnið og var í raun svona morgungjöf þess verkefnis sem hafði legið í láginu þá í 40 ár en komst þá á skrið og þessi deiluskipulag var unnin og síðan loksins núna þessi uppbygging að hefjast á grundvelli í raun þessara framtíðarsýnar og drauma sem að borgin og Háskóli Íslands hafa deilt sameiginlega uppbyggingu svæðisins.
Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu og þá tekur næstu til máls borgarfulltrúi Björn Blöndal. Já, ástkæra borgarstjórn og forseti. Já, ég vil nú byrja því bara að þakka borgarstjóra fyrir afskaplega greinagóða yfirferð þetta mál sem að hér til umfjöllunar. Bara mjög fínt að ræða þetta. Inngangur borgarfulltrúa Sveinbjargar Sveinbjörnsdóttur var nú svona hálfgerð furðuræða einhvern veginn. Þar sem að var verið að reyna að stilla upp, ef ég skildi þetta rétt, einhvers konar svikamyllu Háskóla Íslands, Reykjavíkurborgar og einhverja aðila á Caymaneyjum. En kemur svo á daginn að þar ekkert tortryggilegt á ferðinni. Eins og góð yfirferð borgarstjóra listi og í raun og veru yfirferð borgarfulltrúans Sveinbjargar Sveinbjörnsdóttur á þeim gögnum sem hún hefur í höndum. Því að það reyndist svo að hún gat nálgast öll þau gögn sem hún þurfti á tiltölulega einfaldan hátt, jafnvel þó að hún, borgarfulltrúin Sveinbjörnsdóttir, teldi að það hefði verið rokið af stað í undirritun einhverja samninga því að hún setti mál á dagskrá síðastliðinn föstudag, sem auðvitað fráleit kenning, það sjá það allir. Og þetta auðvitað málflutningur sem algjörlega gagnslaus, algjörlega tilgangslaus, minnir auðvitað vissulega á fyrri afrek borgarfulltrúans að því leyti að hér verið að skapa rugling út úr engu. Hér verið að búa til misskilning út frá einhverju sem liggur tiltölulega ljóst fyrir, þó að auðvitað geti málið verið flókið, það alveg rétt hjá borgarfulltrúa Kjartani Magnússyni, málið flókið, en það var fjallað það ítarlega aftur og aftur í borgarráði á síðasta kjörtímabili, borgarstjórn líka. En það þurfti málið töluverða umfjöllun. Það flókið, en eins og hefur komið fram hér, það liggja öll gögn fyrir, þau eru þokkalega aðgengileg, gegnsæið sæmilegt. Helstu aðilar í þessu eru Reykjavíkurborg og Háskóli Íslands og Alvogen sem hátækni fyrirtæki sem mikill auðvitað ávinningur fyrir Reykjavíkurborg að fá hingað til lands. Og það auðvitað keppikefli fyrir okkur og við eigum að ýta undir það sem borgaryfirvöld að hér byggist upp hátækni iðnaður í þessari borg. Þetta mikilvægt skref í þá átt og ég segi það fyrir mína parta, ég bind miklar vonir við framlag þessa fyrirtækis Alvogen til okkar samfélags og auðvitað verður þarna í því húsi sem ræðir einni heilmikil rannsóknaraðstaða fyrir háskólasamfélagið. Og auðvitað mjög jákvætt að við getum stuðlað að eflingu Háskóla Íslands á þessu svæði. Það engin lykt af því og auðvitað það má heldur ekki, það látið eins og það hafi engin greiðsla komið fyrir nokkuð skapaðan hlut hér. Auðvitað það bara ekki, það bara ekki heiðarleg framsetning. Og kannski snýst þetta bara einhver allt aðra hagsmuni, kannski snýst þetta hagsmuni fluggarana miklu frekar en samfélagsins í heild. En þetta furðumálflutningur og ég vona það svo innilega að við þurfum ekki að eyða miklu tíma hér næstu 4 árin í sölum borgarstjórnar að ræða hluti á þennan hátt. Að vera að eyða hér tíma í að kveða niður einhvers konar uppvakninga sem eru búnir til að búa til tortryggni ekki neitt. Og ég verð að segja alveg eins og að
ég átta mig mjög illa á því hvað vakir fyrir borgarfulltrúanum, Sveinbjörgu Sveinbjörnsdóttur, með þeirri framsetningu á sinni fyrirspurn hér. Ég átta mig mjög illa á því. Er þetta einhvers konar leið til þess að vekja á sér athygli eða hvað? Ég bara átta mig ekki á því. En ég ítreka þakkir mína til borgarstjóra fyrir hans greinargóðu yfirferð. Ég ítreka ánægju mína með það að þetta fyrirtæki Alvogen skuli vera að hefja starfsemi hér í Reykjavík, þar sem að verður auðvitað fjöldi af störfum, vel launuðum störfum fyrir velmenntað fólk. Þetta er hátækni fyrirtæki og ég held að við eigum ekki að biðjast undan því að fást við flókin mál. Það er okkar hlutverk. Við verðum bara að gefa okkur tíma til að setja okkur inn í það. En við verðum líka að hafa dómgreind til að greina þau gögn sem við erum með á eðlilegan hátt. Og það er algjör óþarfi að vera að búa til einhvers konar tortryggni. Sá hérna einhverjum fræjum einhverja svikamilla háskólans og Reykjavíkurborgar. Til hvers? Ég bara botna ekki í því hvað liggur hér að baki. Takk fyrir mig. Borgarfulltrúi Björn Blöndal hefur lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir óskað eftir að veita andsvar í ræðu borgarfulltrúans. Forseti, borgarstjóri, borgarfulltrúar. Ágæti borgarfulltrúi, Björn Blöndal. Það er alveg ljóst að þú skilur mig ekki og ég skil þig heldur ekki. Þú vænir mig að vera að sá einhverjum fræjum. Ég er það ekki. Það sem er ljóst er að borgarfulltrúinn brugði við þessar upplýsingar sem þeir hafa ekki haft og þá bregðast þeir við með þessum hætti. Og ég ætla bara að taka það hérna skýrt fram til að taka af allan vafa það að allar þessar upplýsingar sem ég hef aflað mér fékk ég ekki frá Reykjavíkurborg nema mjög litlu leyti. Ég keypti þær sjálf í gegnum Kreditinfo og borgaði fyrir þær úr eigin vasa til þess að komast til botns í þessu. Vegna þess að eins og ég sagði í upphaflegu ræðunni minni eða hvort það var í andsvari til borgarstjóra, þá fékk ég ekki nema bara yfirborðsupplýsingarnar frá, ég held að hafa verið framkvæmdar og eignasviði sem svaraði fyrirspurn minni. Ég er ekki hérna komin til þess að vera að sá einhverjum fræjum, ég er komin til þess að tala. Ég er komin hérna til þess sem kjörinn fulltrúi til þess að vekja upp umræðu hluti sem að ég tel að borgarbúar þurfi að hlusta á fyrir opnum tjöldum. Ég hef líka velti fyrir mig hvort það var ekki rétt bara að fundum borgarráðs væri útvarpað eins og fundum borgarstjórnar. En eiga hér alltaf bara að koma ykkur já og auðveld og skemmtileg mál. Þau koma alveg líka. En fólk spyr sig þessa spurninga sjálf. Og þetta er ekkert eitthvað einsdæmi. En það er alveg ljóst að ég og háttvirtur borgarfulltrúi Björn Blöndal eigum eftir að þurfa að útskýra fyrir hvort öðru töluvert næstu misserin. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur lokið við að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti vill benda á að í samþykkt stjórn og fundarsköp Reykjavíkurborgar, stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar segir í 34. grein rétt borgarfulltrúa meðal annars: Borgarfulltrúi skal eiga eðlilegan aðgang að skrifstofum og stofnunum Reykjavíkurborgar í þeim tilgangi að kynna sér starfsemi borgarinnar. Óski borgarfulltrúi gagna skal beina því til skrifstofu borgarstjórnar sem annast milligöngu öflun þeirra og skal afgreiða slíka beiðni eins skjótt og unnt er. Ef umbeðin gögn eru undanþegin upplýsingarétti almennings eða óvenju viðamikil er borgarfulltrúi heimilt að kynna sér þau á skrifstofu borgarstjórnar.
Hafi borgarfulltrúinn eitthvað við það að athuga hvernig aðgengi að gögnum að þá eðlilegt að það sé tekið upp í forsætisnefnd, en eftir því sem forseti kemst næst að þá hafa öll gögn verið aðgengileg borgarfulltrúum hvað þetta mál varðar. Þá höldum við áfram með mælendaskránna og næst á henni borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, það virðist vera sem að það séu bara ákveðin mál sem eru þóknanleg að ræða hér og önnur ekki, en ég held að það sé mikilvægt að við ræðum alla hluti. Ef að ég skil þessa umræðu rétt, að þá annars vegar, talaði borgarstjóri hér áðan það að þessar lóðir hefðu verið gefnar eða hjá, en síðan eru líka lóðarleigusamningar, þannig að það virðist þetta vera eignarlóðir að einhverju leyti, en borgin gerir lóðarleigusamninga að öðru leyti. Ég átta mig ekki alveg á því. En það sem kannski skiptir meginmáli hér, að það hverjir eru í rauninni að byggja, hverjir eru að fá úthlutað þessum verðmætum. Ég áttaði mig alveg strax á því þegar borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir talaði gögnin sem hún óskaði eftir hjá borginni, sem virðist vera eitthvað misskilningur að þau gögn sem hún var að vísa til eru gögn varðandi úr hlutafélagaskrá varðandi þessi félög, það er að segja Alvogen og síðan þessa fasteignafélagsins Sæmundar. Nú ef að þau gögn eru til í skjalasafni borgarinnar, að þá spurning hvort að það hafi bara verið einhver misskilningur, að þau hafi ekki verið send með þessum gögnum sem hún biður en það bara spurning það sem ég velti fyrir mér þegar ég sat í sætinu mínu, eru þessi gögn sem borgarfulltrúinn Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir að tala hér einfaldlega bara ekki til undir þessu máli hjá borginni, það er að segja útbrentanir, úthlutafélagaskrá, samþykktir og annað sem snúa að þessum tveimur félögum, það er að segja Alvogen og Sæmundi. Ég held að við séum öll sammála því að háskólinn í rauninni það sem snýr að háskólanum sjálfum, að þær lóðir eigi að tilheyra háskólanum, það er að segja sem hinn raunverulega háskólastarfsemi fer fram í. Hins vegar þessi svokölluðu vísindagarðar, að þar í rauninni svokallað þekkingaþorp og ég fagna mjög grein sem að varaborgarfulltrúi Vinstri grænna Líf Magnúsdóttir skrifaði akkúrat þetta mál 14. nóvember síðastliðinn, þar sem hún rekur þetta mjög vel varðandi þessa lyfjaverksmiðju í Vatnsmýrinni og meðal annars það hvort að þetta falli í rauninni undir svokallað þekkingarfyrirtæki sem á að rísa þarna. Því að eins og fram kemur í greininni að það spurning hvort að þetta sé þekkingarfyrirtæki í samræmi við það sem að deiliskipulagið gerir ráð fyrir. Þetta sé kannski frekar verksmiðja sem að rísa þarna. Það kemur líka fram í þessari grein að með leyfi forseta, ákvarðanir sem teknar hafi verið varðandi verksmiðju Alvogen af hálfu Reykjavíkurborgar eru ógagnsæjar og setjum á spurningamerki við þær flestar. Í áðurnefndri fréttatilkynningu segir að Dagur B. Eggertsson, formaður borgarráðs, hafi haft frumkvæði að viðræðum Reykjavíkurborgar við Alvogen að velja sér stað í Reykjavík. Verður ekki annað ráðið að framsetningunum formaður borgarráðs hafi boðið forsvarsmönnum Alvogen að velja sér stað í Vatnsmýrinni. Liggur ekki fyrir það hvaða stað Alvogen hefði ella kunnað að velja sér. Fáir ef nokkrir hafa sömu tækifæri og stórfyrirtæki Alvogen. Tilvitnun lýkur. Þannig að þessi grein mjög fróðleg að lesa og snýst það að að ræða fyrirtæki sem að framleiða lyf og spurningu mengandi starfsemi af þeim völdum.
Varðandi þessa samninga, að þá virðist vera sem Reykjavíkurborg hafi gert samning þá við Háskóla Ísland við Vísindagarða, Vísindagarða við Alvogen og síðan Alvogen við þetta fasteignafélag Sæmundar. Og eitt af þessu félagi, þar sem að lóðin er komið þá núna, sé eitthvað félag á Cayman Island að hluta til. Mér finnst þetta vera einhvern veginn þannig að við að ræða þetta. Sérstaklega vegna þess að núna fer fram mikil uppbygging alla borg og þurfum við ekki, ætlum við að taka 2007 á þetta. Ætlum við bara að loka augunum og segja eins og að sagt við þá sem að vöru okkur við hruninu, þetta fólk bara vitleysingar. Við skulum ekki hlusta á það, við skulum vera með lokuð augun og við skulum ekki ræða þessu hluti. Ég held að við verðum að ræða hluti alveg sama hversu óþægilegir þeir eru, hvað virka heimskulegir og svo framvegis. Við verðum að ræða þetta. Sérstaklega í ljósi þess að það á að vera gagnsæi hjá borginni. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið máli sínu og þá tekur næstu til máls hv. borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég fyrst og fremst komin hér til þess að kvitta upp á það að Guðfinna hefur alveg skilið þetta rétt. Að það einmitt í þessari röð sem að samningarnir liggja og það ánægða rétt eða getur minnst verið að eitthvert af félagunum sem á í fasteignafélög, ekki bara þessu fasteignafélagi heldur öðrum fasteignafélögum í borginni, sé skráð erlendis og í skattaskjólum. Það örugglega líka alveg rétt að borgin hefur ekkert yfirlit yfir það og ekki hlutverk borgarinnar að hafa yfirlit yfir eignarhald á öllum fasteignafélögum í borginni. Það sem við tryggjum hins vegar okkar hagsmunir, það að við höfum fyrsta veðrétt til greiðslu gatnagerðargjaldanna. En það eru stjórnvöld í landinu sem ákveða það hvort að félög sem eru skráð í skattaskjólum, sem ég engin sérstakur áhugamaður eða stuðningsmaður, hafi rétt á að eiga fasteignir eða eigi í íslenskum félögum. Og þar eru borgarfulltrúar Framsóknarflokksins án efa meiri sérfræðingar en ég, því að þeir hafa sjálfur upplýst að þeir hafi setið í stjórnum slíkra félaga og átt fasteignir hér á Íslandi. Hvort að það sé einhver erfið umræða held ég ekki. Það bara hluti af því að við erum í alþjóðlegu viðskiptaumhverfi og meðan við erum að reyna að fá hingað erlenda fjárfestingu, að þá hún væntanlega skráð erlendis. Það að segja fyrirtæki sem að fjárfesta. Og það samþykkt stefna borgarinnar að reyna að draga hingað bæði innlenda og erlenda fjárfestingu. Og það eigum við að gera. Ég vildi líka staðfesta að það rétt að háskólasvæðið ýmist eignarland háskólans eða borgarland með lóðarlegum samningum. Það bara mismunandi en langflest land í borgarlandinu borgarland, þó að þar fari einkaaðilar víða með mikil réttindi á grundvelli lóðarlegra samninga og teljast að ýmsu leyti minnst eiga byggingarréttinn. Fluggarðasvæðið til dæmis borgarland og svo nánast allt hér nema leifar kannski frá fyrri tíð og gamlar lóðir. Það hefur lengi verið stefna borgarinnar að eiga helst allt land í borginni því að það einfaldar ýmsa hluti. En ég vil bara ítreka, ef komið að lokum þessari umræðu, að það hægt að fá öll þessi gögn og það hægt að fá yfirferð yfir þau þeirra sem teljast flókin. En þessi samningur sem sagði var í voru og undirritað var í gær, hann einfaldar marga hluti vegna þess að þetta nú býsna aðgengilegt þegar þetta komið svona allt á eitt stað. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu í umræðu sem hvergi nærri lokið. Forseti minnir borgarstjóra á að ávarpa borgarfulltrúa með fullu nafni og titli. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarstjóra og fá þeir 1 mínútu hvor. Við byrjum á borgarfulltrúa Guðfinnu Jóhönnu Guðmundsdóttur og svo tekur borgarfulltrúi S.B. Blöndal við. Áður en borgarstjóri svarar. Forseti, borgarfulltrúar,
Ég þakka borgarstjóra fyrir þetta. Það sem ég velti fyrir mér, að því að það kom hérna fram í svari borgarstjóra, að það væri, borgin gæti í rauninni ekki vita hverju ættu fasteignafélögin sem væri verið að úthluta. En í því sambandi langar mig að vekja athygli á því að þessi samningur var skrifað undir hann í gær, ekki rétt, við háskólann, og þetta er eitthvað sem var samþykkt í vor, segir hann, en það er í febrúar sem að þetta fasteignafélag Sæmundar í rauninni er orðin eigandi að þessu. Þannig að þetta átti alveg að liggja fyrir bæði í vor og í gær að þetta fasteignafélag var í rauninni orðin þessi aðili. En ég verð bara að ég bara hlakka til þegar að öll gögn verða svona aðgengileg og það maður getur alveg lesið sig í gegnum þetta hægri vinstri. Þannig að frábært. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið við að veita andsvar, þá veitir andsvar borgarfulltrúi Sigurbjörn Blöndal. Eða, Ég svara fyrst. Borgarstjóri vill svara andsvarinu fyrst, þá gerum við það. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil bara ítreka það sem kom hér fram, bæði borgarráði í sumar og í yfirferð minni hér í upphafi, að það varð nafnbreyting á veðskuldabréfinu fyrir gatnagerðargjöldum Alvoten Biotech yfir í Alvotech og upphaflegur skuldari var sem sagt Alvogen Biotech og fasteignafélagið Sæmundur er sem sagt eins og ég rakti áðan skráð með heimili á sama stað og þar eru þessi tveir eignarhlutir, Aztec Pharma og Alvogen Iceland með 60 og 40%. Þetta var nú rakið hér áðan þannig að þetta er hluti af gögnum málsins sem að hægt er að fá aðgang að og ekkert að því. En samningurinn sem verið var undirrituð í gær var alls ekki við þessi félög. Það var samningur, heildarsamningur við Háskóla Íslands öll lönd og lóðir háskólans af því að eins og borgarfulltrúinn rakti ágætlega í fyrri ræðu sinni að þá er það borgin sem semur við háskólan, sem semur við vísindagarða, sem síðan semur við einstök fyrirtæki. Svo kunna þau að eiga fasteignafélög eða semja við önnur fyrirtæki en það er bara en annan sag eins og sagt er. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvar borgarfulltrúi Björn Blöndal. Forseti, ástkæra borgarstjórn. Mér langar bara aðeins að segja það er látið hér líta út eins og menn sé að biðjast undan einhverju umræðu og það er auðvitað fráleitt. Það var aldrei neitt að biðjast undan umræðu og það er ekki vaninn hér. Það er hins vegar verið að frábiðja sér ákveðna framsetningu á umræðu og það er bara allt annað mál. Og ég er bara að segja það, ég vona að það sé ekki það sem að koma skal hérna næstu 4 ár. Að við séum að eyða tímanum í það að kveða niður einhverja tortrygnisdrauga sem eru búin til af einhverjum hvötum. Ég veit ekkert hvað hvatir það getur leiðið þar á baki, því það er bara tímasókn. En eins og það er upplýst umræða, hún er alltaf góð og við fögnum því og hún fer fram hér í sölum borgarstjórnar. Ég seti hér í 4 ár í þessum sal, ekki alltaf sem kjörinn fulltrúi og hér fer fram ágætis umræða. Ég meina, það getur hver haft sína skoðan á því hversu uppbyggilega eða gagnleg hún er hverju sinni. Ég segi bara fyrir mína parta, þegar er komið fram og reynt að þegar það er notuð mikið orð eins og ótti, óöryggi og ég tala nú ekki þegar er farið að reyna að búa til einhvers konar einhverja svikalykt af hlutum. Þetta er ekki upplýst umræða í mínum ögum. Þetta er raun og veru bara svona frekar mikið bull umræða og ég vona bara að það verði ekki stemmingin hér í borgarstjórn næstu 4 ár. Og svo bara ítreka ég að borgarfulltrúar eru náttúrulega mjög góðri aðstöðu til að fá gögn og þeir geta sendt fyrirspurnir gögn til skrifstofu borgarstjórnar og fengið þau og það á enginn að þurfa að vera í neinu myrkri hér. Það er algjör óþarfi. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Björn Blöndal hefur lokið við að veita andsvar. Þá tekur næstu til máls borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar.
Ég hef að mestu leyti tjáð mig efnislega sjálft málið, en ég get ekki orða bundist yfir því hvernig helstu forsvarsmenn meirihlutans hafa rauninni hjólað í borgarfulltrúann frekar en boltann í þessu máli. Það hefur komið fram í málið þeirra, jú, að spurningum verið svarað, en allir þeir þrír sem hafa tjáð sig rauninni fyrir hönd meirihlutans, og þá er forsetinn ekki undan skilinn, að hafa, finnst mér allir einhvern veginn svona vaðið í það að skensa borgarfulltrúann. Nýjan borgarfulltrúa sem er ekki vanur kannski að vinna inn í borgarkerfið, sækja sér þangað upplýsingar, en það er alveg ljóst og kom fram í máli borgarfulltrúans að það eru auðvitað upplýsingar í þessu máli, eins og flestum málum eru upplýsingar sem kannski liggja ekki á lausu í borgarkerfinu. Og það kom einmitt fram í máli borgarfulltrúans að hann hefði útvegað sér sjálfur gögn utan úr bæ, borgað fyrir þau sjálfur, sem væntanlega eru væntanlega ekki til í borgarkerfinu. Og það er ekkert að því, það er auðvitað bara, það hefur oft gerst hér í borgarstjórn að við höfum fjallað mál og fengið upplýsingar út í bæ. Ég hef oft unnið í einhverjum málum og ekki fengið upplýsingar hér hjá borginni, fengið það þá bara annars staðar, frá ríkisstofnunum eða fjölmiðlum eða bara einstaklingum og hinum og þessum. Og ég fannst eitthvað mjög undarlegt við það þegar forsetinn sem á að gæta hagsmuna allra borgarfulltrúa koma eins fram við á alla, á ekki bara að sýna pirring út í borgarfulltrúa minnihlutans sem á þar að halda, heldur ákomi jafnt fram við alla, gæta hagsmuna þeirra allra, að forsetinn kemur upp eftir ræðu borgarfulltrúans mjög pirraður og fer að lesa hér upp úr samþykktum borgarstjórn 35. grein aðgang að gögnum, og mér fannst forsetinn, mér fannst tilgangur forsetins verið sá að setja ofan í við þennan borgarfulltrúa sem mér fannst mjög óviðeigandi og gefa í skyn að hann var ekki að vinna samkvæmt einhverju vinnulagi sem tíðkast af okkur sem hefur setið lengur en nokkra mánuði í borgarstjórn, með því að lesa upp heila grein, taka fram að sérhver borgarfulltrúi er rétt á að kynna sér gögn og upplýsingar til fyrirliggi stjórnsýslunni og svo framvegis, og með því að lesa upp nánast orðisgreinina, og eins og þetta var framsett, þá auðvitað var verið að gefa í skyn að borgarfulltrúi nýi hefði farið út einhverju spori, var ekki að vinna í samræmi við einhverja vinnureglur hér eða vinnulag eða venjur, og það er bara alls ekki þannig. Ég vil bara að nýtt fólk, ekki síst í borgarstjórn, bara vita af því. Það er oft sem við fáum upplýsingar annar staðar frá. Það er hins vegar síðan bara, já, þannig að það var mjög athyglisvert að sjá þessa vörn sem bæði borgarstjóri, forseti borgarstjórnar og formaður borgarráðs fóru í. Ég held að enginn þurfa að fara í, já, ég vona að enginn þurfa að fara í vörn í þessu máli, ég held að það sé bara eins og mörgunum mál. Það er bara að fara í það og vinna bara vel að því í samráð og samvinnu, fá allt upp á borðið í þessu máli og ræða það. Nú, en að því að það var aðeins verið að ræða hérna gögn og hvernig við nálgumst þau, þá held ég að það sé eitthvað sem við getum svo sannarlega gefa okkur vonandi einhvern tíma í að ræða, kannski hérna á eftir, því að það hefur ekkert verið til fyrirmyndar, finnst mér, á síðustu árum, hvernig hefur verið staðið að því hér í borgarstjórn að veita okkur gögn. Það hefur verið talin hér upp dæmi fjölmargar fyrirspurnir sem að svara mjög seint og illa sem við fulltrúar minnihlutans lögðum fram í borgarráði á síðasta kjörtímabili. Við getum fjallað þá aðstöðu sem höfum til þess og almenningurinn líka. Í mörgum tilvikum þá hafa borgarfulltrúarnir sömu aðstöðu almenningu til að finna gögn. Mér finnst þessari þjónustu að fara aftur til dæmis þjónustu við að ná í fundargerðir á netinu. Ég segi það bara fyrir sjálfa mig. Get nefnt sem dæmi, mér finnst betra oft að vinna með gögn, vinna með pappír í staðan fyrir að vera að vinna með kannski 1000 blaðsíður í tölvunni. Mér var neitað það fyrir hennar borgarstjórnarfundi eða þessum borgarstjórnarfundi í fyrsta sinn að fá gögnin útprentuð eins og maður alltaf geta fengið. Þannig að ég held að sé svo sannarlega til þess að ræða það, og eitt sem er kannski mikilvægast í þessu máli, að það er hérna mjög viðamikið gagnakerfi sem er rekið hér hjá borginni, sem ákveðnir starfsmenn borgarinnar hafa aðgang að, en við borgarfulltrúar ekki.
það auðvitað takmarka auðvitað aðgang okkar að upplýsingum, ekki síst ef við erum að vinna á kvöldin og helgar. Við þurfum alltaf að fara í gegnum einhvern annan aðra starfsmenn sem ná þessi gögn. Þannig að þar má svo sannlega margt bæta og ég er undrandi á því að forsvarsmenn meirihlutans skuli koma hingað upp og eins og gefa það í skyn að það sé til fyrirmyndar hvernig staðið er að gagna aðgangi fyrir kjörna fulltrúa, því að það er svo sannlega ekki til fyrirmyndar í þessu ráðhúsi til miður. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu og forseti áréttar að hafi fólk eitthvað við það að athuga hvernig aðgangur að gögnum að þá höfum við forsætisnefnd til þess að fara yfir það. Forseti las upp greinina til þess eins að einmitt kynna það öllum borgarfulltrúum að aðgangur borgarfulltrúa væri með þessum hætti og það væri skýrt kveðið á það í samþykktum borgarinnar. Þannig að það var ekki með neinum skætingi eða pirringi sem að sá upplestur fór fram, heldur eingöngu vegna þess að einmitt forsetinn telur sig vera forseti allra borgarfulltrúa og vill að allir hafi þær upplýsingar sem að þörf er á. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur óskað eftir að taka til máls. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Já, forsetinn segist vera fulltrúi allra borgarfulltrúa og betur ef svo væri. Það er kannski bara rétt árétta það líka að þegar forsetinn segir að menn skuli leita gegnum skrifstofu borgarstjórnar til þess að ná í upplýsingar, þá er það bara alvanalegt að menn þurfa að leita bara oft víða borgarkerfið til þess að leita sér upplýsingar. Kannski er hægt að breyta því fyrirkomulagi og búa til eitthvað svona gátt fyrir borgarfulltrúa þannig að þeir geti sótt allt á einu stað. Ég held að veri bara sjálfstætt að skoða það mál og hvet til þess að það veri gert. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu og forseti ítrekar að einmitt svona mál er tilvalið að taka upp í forsætisnefnd, en þá hefur borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir óskað eftir að taka til máls. Háttvirtur forseti, borgarstjóri, borgarfulltrúar, bara af því að við erum að ræða þessi upplýsingamál bara örstutt og þetta sé alveg á hreinu að 19. ágúst þá sendi ég á lögfræðisvið og bið allar upplýsingar eignarhald á lóðinni Sandvíkurgötu 15 með leyfi borgarstjóra, með leyfi fyrir forseta og þau aðalskipti sem orðið að hafa síðustu ár. Hverju voru upphafleg skuldur að skuldabréfi sem var útgefin á gatnagerðargjalda minni mig og eigendur þess félags og hverju eigendur eftir skuldarskiptin samþykkt voru á borgarráðsfundi 27. júní síðastliðinn. Og ég fékk bréf frá lögfræðideildinni að þetta ætti ekki undir þau og þeir vísuðu mér áfram á Hrólf sem er skrifstofa eigna og atvinnuþróunar og þaðan fékk ég síðan svar, en síðan þegar ég fæ þau svör og fæ síðan gögn úr skanna að þá voru það ekki nægar upplýsingar sem að ég fékk þar. Þannig ég ætla bara svona að upplýsa þetta. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki óskað eftir að taka til máls og er umræðu þennan dagskrárlið lokið. Þá er komið að